stödd hérna út í Frankfurt í Þýskalandi að prófa þennan stórglæsilega bíl sem heitir Suzuki e-Vitara. Þessi bíl hann að koma til Íslands núna innan skamms, seinni part sumars vonandi. Hann fjórhjóladrifinn, hann á 19 tómmu felgum, það 18 cm undir hann. Hann 181 hestafl, hann togar 307 Nm. Rafhlaðan í honum 61 kW og hann að hlaða inn á sig 90 kW á klukkustund og í heimahleðslu þá getur þessi bíl tekið 11 kW inn á sig á klukkustund sem gerir það að verkum að þú ert ekkert nema svona kannski 4-5 tíma yfir nótt að hlaðan. Þú ert svona 45 mínútur að hlaðan frá 10 upp í 80% á hraðhleðslu meðan hann taki 90 inn á sig. Prófum til dæmis akreina stýringuna og skinnvætta hraðastildurinn og ég verð að segja eins og það að akreina stýringin líklega eins og besta sem að ég hef prófað í svona reynsluakstri í gegnum tíðina. Og hérna erum við síðan með skott í honum sem að bara eins og í þessum bílum í dag, ekkert sérlega stórt rými hér en það sem sagt 40-40-20 skipting. Og svo hægt að geyma hérna alveg fullt af smádóti hérna í svona plastkassa hérna, hólfum. Hérna subwoofer hérna frá Infinity, mjög flotta græjur í honum. Og þetta bíll sem að svona, ég myndi segja á milli S-Cross og Vitara. Það rosalega rúmgott að sitja í þessum bíl. Gott fótapláss, ég hár, ég hávaxinn, 1,87 og langar lappir og það fer mjög vel hann inn í bílnum, í framsætunum. Það sem kemur kannski mest á óvart við þennan bíl plássið. Þetta bíl sem að ég hélt áður við byrjuðum á honum að prófa hann að þetta yrði þröngt hérna fram í, en það nú aldeilis ekki. Við erum með fótapláss hérna sem að þýðir í rauninni það að ég get verið með fæturnar hérna liggjandi út í hurðinni eða út í þessum fljótandi hérna miðjustokk sem að virkilega flottur hérna þó að það sé svona píanó svart hérna, glansandi. Mælaborðið í honum tveir rúmlega 10 tómmu skjáir hérna sem mjög vel uppsettir í sýningu það þegar við keyrum á eftir. Það raunverulegir takkar hérna til þess að stilla miðstöð og þetta það helsta sem við viljum geta gert svona á þess að þurfa að vera þukla mikið í skjánum. Hann mjög vel búinn í þessi bíl, hann flottur í bakkmyndavél, hann með akreina vara og akreina stýringu, hann með skinnvættu hraðastilli og allt þetta stöf virkar mjög vel í þessum bíl. Og þessi bíl hérna, hann frumgerð af framleiðsluútgáfu af þessari Suzuki e-Vitara gerð. Það allt svona top notch í honum. Þetta rosalega huggulegt verkværi og hann akkurat að þeirri stærð sem að ég fíla. Og í þessum bíl rammasæti, þetta hækka og lækka, það þetta að hérna, færa mjög auðveldlega fram og tilbaka og svo bakstuðningur hérna líka. Virkilega þægilegur, virkilega gott að sitja hérna og hérna þráðlaus símhleðsla. Síðan erum við hérna með alveg ágætis pláss hérna fyrir geymslupláss hérna og hér tveir svona glasahaldarar. Við klikkum ekki á aftursætistestinu hérna í Þýskalandi. Hér gólfið alveg rennislétt og það sem gott við þessi sæti að þau halda bara mjög þokkalega við hérna. Höfuðpúðarnir nokkuð góðir finnst mér. Hérna höfuðplássið akkurat passandi fyrir mig. Þetta ekki of mikið en þetta líka, þetta sleppur. Og fæturnir í smá horni hérna við seturnar í sætinu en það kemur til af því að gólfið náttúrulega slett í honum og rafhlaðan lyftir gólfinu pínkulítið upp. Hér við síðan með 2 USB-C. Nei, hérna USB-C og hérna USB-A. Það meira þetta flott. Isofix. Það virkilega hægt að sitja hérna í þessum bíl fleiri heldur en bara 4. Það
fínt hérna sæti hérna í miðjunni. Gæti maður setið alveg svona. Ég er ekki að segja að þetta sé ákjósalegasti staðurinn fyrir mig að sitja á, en þetta er allt í lagi. Hérna getur maður stungið fótunum vel undir hérna sætin, framsætin, og síðan er hérna þetta fella hérna niður miðjuna, armpúði hérna, miðjan verður að armpúða, og síðan erum við hér með þessa vinsælu glasahaldara sem eru alltaf í þessum miðju búða. Höfuðplássi gott, fótaplássi gott, og stýrið á honum er þannig formað að það er svona kapastusstýri á honum, það er flatt neðst hérna, minnir svolítið á jafnvel Peugeot þó að það sé aðeins stærra. Nú erum við að keyra líklegast fjórða bílina þessari típu í dag, Suzuki e-Vitara, og það er alltaf jafn skemmtilegt. Nú erum við að prófa hann á svona kröppum beygjum og stilla hann misjafnlega miðað við það hvernig hann hagar sér þegar við stígum á orkugjöfuna. Og ég verð að segja eins og þér að þetta er nú svona með librari bílum. Þetta er meira þess að ég myndi segja að þetta væri meira jepplingur heldur en annað.